Rannsóknin gengur út á það að rannsaka hvort það sé ávinningur af því að skima fyrir forstigi mergæxlis. Forstigi mergæxlis er tiltölulega algengt. Það er 4% af einstaklingum sem eru 40 ára eldri með forstigið. Hluti af þeim þróast yfir í mergæxli en ekki allir. Og við ætlum að sjá hvort það sé ávinningur af því að skima fólk á þessu stigi eða það er á forstiginu. Og vonandi þá kom ég vekk fyrir það að þeir sem þróast úr forstigi yfir í mergæxli geri það og grípa inn í fyrr en við getum núna án þess að skima. Við bjóðum öllum einstaklingum sem búsettir eru á Íslandi og eru fæddir 1975 og fyrr að vera með og þetta eru rétt rúmlega 148.000 einstaklingar. Allir þessir einstaklingar fá upplýsingar rannsóknarverkefnið í fjólubláu umslagi núna bara í vikunni. Þegar fólk er búið að skrá þátttöku sína á heimasíðunni þá verður til svona gagnagrunnur með kennitölum þeirra sem hafa skráð sig. Þessi gagnagrunnur er samtengdur við tölvukerfi allra blóðrannsóknastofa á landinu. Þannig að næst þegar þessi þátttakendur fara í blóðprufu á næstu 3 árum að þá er rauninni flaggar kerfi því að þessi tiltekni einstaklingur er búinn að samþykkja þátttöku í rannsókninni og er ekki búinn að fara í blóðprufu. Þá er tekin blóðprufa sem send verður á Landspítalann við Hringbraut þar sem að öll sýnir berast frá öllu landinu og öllu rannsóknastofunum. Þar fer það inn í svokallaða línu sem er kölluð hérna á rannsóknastofunni. Þar fara sýnin inn í gegnum línuna, tekið ofan að því rétt rúmur millilítri af sýni og er send til Birmingham í Bretlandi þar sem skiminu fer fram. Þar sem er dulkóðar og þeir hafa engar upplýsingar hver einstaklingarnir eru. Síðan er skimað fyrir forstiginu og við fáum svo svör rúmlega 2 til 4 vikum síðar. Þeir sem eru ekki með forstig mergæxlis í skimuninni, að þeir eru þá bara skráðir sem svona hálfgerður samanburðarhópur. En þeir sem eru með forstig mergæxlis, þeir fara inn í næsta fasa rannsóknarinnar sem er klínísk rannsókn, þar sem að fólki er þá skipt handa og skemmt upp í 3 jafna hópa með mismunandi áherslum. Þannig að hópur 1, þá eru engar frekari rannsóknir gerðar. Hópur 2, þá er gerð rannsókn samkvæmt áhættumati, þar sem eru svona lágmarks blóðprufa, sumir einstaklingarnir sem eru taldir í hárri áhættu, fara í beinmergssýnatöku og röntgenmyndatöku. Og síðan er hópur 3, þar fara allir í blóðprufu, frekar ítarlegar blóðprufur, allir fara í beinmergssýnatöku og allir fara í lágskammta tölvusnefnda af beinagrind. Og öllum þeim einstaklingum verður fylgt eftir þéttar en í hinum hópunum 2 að minnstakosti einu svona ári. Þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikla þýðingu fyrir Landspítalann að taka þátt í svona stóru verkefni og eins og þetta verkefni sem er alveg einstakt á heimsvísu að þau vekja gífurlega mikla athygli og er mjög mikilvægt fyrir háskólasjúkrahús að taka þátt í slíku. Til þess að fá svör við þessum lykilspurningum sem er hvort það sé ávinningur á því að skima, þá þurfum við stóran hóp og því fleiri sem taka þátt þeim mun fyrr fáum við afgerandi niðurstöðu og þannig að svona vona okkar er að fá að minnsta kosti 70 til 80.000 manns til þess að taka þátt. Á Íslandi er þetta einstaka tækifæri að ná til allra og geta skimað heila þjóð og það er það sem að svona erlendir aðilar og fyrirtæki eru átt að sjá hvaða eru mikil tækifæri á Íslandi. Mergæxli er sjúkdómur sem leggst á 25 manns á ári hverju á Íslandi, 120.000 manns í heiminum öllum. Þetta er krabbamein í beinmerg. Meðalaldur við greiningu er rétt rúmlega 70 ár og oftast þegar við greinum sjúkdóminn á spítalanum þá er hann tiltölulega langt genginn, þannig að sjúklingarnir eru komnir með einkenni og það eru aðalega blóðleysi, beinverkir, nýrnabilun eða hátt kalk í blóði og stundum endurteknar sýkingar. Við höfum allt sem þarf til þess að gera svona verkefni og ég vona eins og bæði eftir þetta verkefni og lifrarbólgu C-verkefnið að það verði jafnvel fleiri svona sambærileg verkefni. Ég held að við höfum alla burði til þess og það væri mjög bæði gagnlegt fyrir okkur og líka aðra að gera svona stór verkefni hér. Við erum 10 manns núna sem að vinnum eingöngu að þessu alla daga og síðan er þetta risastór hópur af samstarfsaðilum á Landspítalanum, Háskólanum, Krabbameinsfélaginu, á Karolinska háskólanum í Svíþjóð, Memorial Sloan Kettering spítalanum í New York og svo Binding Site spítalan og svo ekki minnst eru það Perluvinir sem eru sjúklingasamtök mergæxlissjúklinga sem að
koma mikið að þessu. Ég vil bara segja að takið þátt í rannsókninni. Þetta er mjög mikilvæg rannsókn og einstakt tækifæri.